Álit skipulagsstofnunar Bitruvirkjun eykur líkur á að hægt verði að bjarga náttúruperlum frá skaða, segir formaður samtaka náttúruvernd á Norðurlandi. Hann telur að orkuöflun fyrir álver á Bakka verði nú erfiðari en áður var talið. Björn Þorláksson. Ingólfur Á. Jóhannesson, prófessor í kennslufræðum við Háskólann á Akureyri, fer fyrir Sunn, samtökum náttúruvernd á Norðurlandi. Hann fagnar áliti skipulagsstofnunar Bitruvirkjun og telur að álitið geti orðið vegvísir í fleiri málum. Sérð þú að þetta hafi áhrif á fyrirætlanir álver á Húsavík? Það gæti vitanlega haft það. Það getur haft þau áhrif að menn telji sig hafa meira svigrúm í loftslagsmálum hér fyrir norðan, en þetta getur líka haft áhrif á það hvernig menn meta einstakar framkvæmdir. Þetta álit, það gefur tónin með það að fara ekki út í allt og margar virkjanir á sama svæðinu, skilja eftir eitthvað land sem ósnortið. Fyrirhugað álver Alcoa á Bakka við Húsavík verður knúið áfram á jarðvarma frá Þeistareykjum, Gjástykki, Kröflusvæðinu og væntanlega Bjarnarflagi. Þetta gæti alveg orðið til þess að við björguðum Gjástykki, en spurningin stærri með Þeistareykja að það verður virkjað jafn mikið á Kröflu sem reyndar á sömu sprungu og Gjástykki. Ferðaþjónustan byggist ekki upp með sama hrað og álverið, það byggist upp meira og minna í einu. Ferðaþjónustan byggist upp smátt og smátt, þannig að það getur vel verið að við verðum komið meiri atvinnu ef við horfum á þetta þannig, ef við horfum til 30 ára, sérstaklega ef við horfum á Gjástykki sem nú kannski einn mikilvægasti staður í heiminum til að skoða landrekskenninguna.